Þátturinn unnin í samstarfi við Brim. Maður hefur engar áhyggjur af þeim þó þeir séu að þvælast allan daginn úti, að þeir sjást alls staðar. Það eitthvað að fylgjast með þeim. En mér langaði til þess að kynnast fólki og mér langaði til þess að taka þátt í öllu. Maður heldur alltaf að grassið sé grænna hinum megin, en svo langaði mig alltaf að fara heim. Vopnafjörður allbreiður flói milli Bakkaflóa og Héraðsflóa. Fyrir miðjum firði tangi sem nefnist Kolbeinstangi og þar stendur Vopnafjarðarkauptún. Hér ætlum við að kynnast ungu fólki sem hefur flutt aftur heim með börn, maka, menntun eða dýrmæta reynslu í farteskinu. Við ætlum að reyna að komast að því hvað það sem dregur fólk aftur heim. Það spennandi að prófa eitthvað nýtt. Ég hef verið í sama starfinu mjög lengi og þetta starf bauðst mér, þannig að þetta var spennandi breyting og alltaf langaði að flytja aftur út á land. Tók mér samt 8 ára samfæran að flytja og við fluttum, ákvörðun var eiginlega tekin út frá því að það var auglýst starfið hans sem að hann fór í. Sem eitthvað? Þjónustumiðstöð Vopnafjarðar hjá hreppnum sem snýr að fasteignum og öllum verklegum framkvæmdum og annað sem að hreppurinn í. Berglind Ósk Vopnfirðingur en Oddur Pétur fæddur og uppalinn í Fljótshlíðinni í Rangárvallarsýslu. Saman eiga þau 2 orkumikla drengi sem heita Viktor Páll og Styrmir Freyr. Draumurinn að flytja aftur heim hafi blundað lengi hjá Berglindi og spilaði það inn í nálægð við fjölskyldu sem getur verið mjög dýrmætt, sérstaklega þegar börn eru komin inn í myndina. Fjölskyldan átti náttúrulega stóran hlut í því að mig langaði að flytja aftur heim, en svo það líka bara einhvern veginn staðurinn. Svo mikið frelsi fyrir börn og ekkert vissum að ef við værum bara 2 ég hefði endilega flutt hingað aftur. Þá sé náttúrulega fjölskyldan drægi mann alltaf, en það líka ókostur við það því að fjölskyldan hans býr í Reykjavík, þannig að við erum jafn langt þá frá þeim eins og við vorum frá minni fjölskyldu. Við kynnumst í Reykjavík 2008 í gegnum sameiginlega vin og höfum verið saman síðan. Þannig við tókum bara ákvörðun að koma hingað og vinna. Rosalega spontant eiginlega að flytja hingað Ég flytt fyrst hérðan 2008 held ég í skóla. Ferði menntaskóla. Já. Og fer þá að læra bifurlörkin. Kem svo aftur hérna í hálft ár sem var 2010 og í hálft ár hér heima að vinna og hluti af skólanum að öðlast starfsreynslu í greininni. Sem fór öll í að vinna á flökunarvél í frystihúsi en svo fer ég í skólan aftur og næli mér í þessa prinsessu. Hólmar Bjarki Víum Bárðarson vélvirki fæddur og uppalinn Vopnfirðingur en flutti til Akureyrar til þess að sækja sér menntun í verkmenntaskólanum á Akureyri. Það var þó fleira en námið sem átti eftir að eiga athygli hans á þessum námsárum því fyrir norðan kynntist hann Ingibjörgu Ástu Jakobsdóttur. Ástin blossaði og þau eiga saman í dag ömmu gullið hana Írinu Sól Hólmarsdóttur. Ætlar þú að segja þessi ástasögu? Við byrjum saman 2011 og hann flyttir svo strax austur bara 3 mánuðum seinna og þar í ár með ég klára menntaskólann. Svo flytjum við saman norður 2012 og 2014 þá ég bara komin með skólaleiða og hann að klára svona sitt eða líka bara orðin þreyttur. Pabbi býr hér og mamma hér sem sagt, en pabbi ekki og þau búa hér ásamt fóstursyskinum og ég held að ég hafi alltaf viljað koma aftur Með að við keyrðum oft á milli allar helgar nánast eftir við byrjum saman. Ég náttúrulega svo sem alinn upp í litlu samfélagi, bjó í sveit áður en ég flutti til Reykjavíkur.
og ég hef nú svo sem alltaf verið tiltölulega opinn og hef nú ekki bara farið upp að þeim manni sem ég þarf að tala við og hef ekkert viljað það fyrir mér, þannig að ég var svo sem enga stund að komast inn í þetta samfélagi hérna og samfélagið er mjög opið og gott hérna, þannig að það er ekkert mál. Fólk þarf náttúrulega að koma með opnum hug, vera tilbúið að það verður að gleypa feimnina og bara spjalla við fólk. Já, ég held að þú þurfir líka alveg að vera tilbúin að hafa fyrir því. Ég meina, ég hef líka alveg getað setið heim og bara gert ekki neitt, en mér langaði til þess að kynnast fólki og mér langaði til þess að taka þátt í öllu og held ég svona frekar mikið félagsstörfin er mikil, þannig að ég sótti kannski svolítið í það líka að kynnast fólkinu. Þannig að það hjálpar líka alveg að þú getur það, sér tilbúin að gera það sjálfur. Það er enginn held ég að fara að banka upp og hefur bara, hei, viltu koma út að leika? Skilur þessum aldrei, þetta er bara, það virkar ekki þannig. Þannig að þú þarft að vera svolítið tilbúin að stíga skrefið sjálfur. Ég allavega eins og ég var að vinna í sjoppunni hérna þegar ég byrja og þá náttúrulega kynnist maður, það kemur svo rosalega mikið fólki inn, maður kynnist rosalega mikið. Eftir við flytjum hingað 2014 þá fluttu bara margir tilbaka sem eru bara okkar aldri, þannig að þá líka kynntist maður bara fleiri í gegnum hann og hans vinahóp og mágkonu mína og svona hennar vinahóp, þannig að þá voru bara allir mjög tilbúinir að hleypa manni inn. Svo stofnuðum við systir hans, fóstursystir hans, við stofnuðum þessi Blakhóp, þannig að þá náttúrulega kynntist maður líka alveg fullt af stelpum gegnum það og já, ég held ég hafa bara verið duglega að reyna að koma inn í allt. Þú veist, í Slysavarnafélaginu og fór í skemmtifélagið og bara svona, já, taka þátt í öllu, eða reyna allavega. Og þú hafði náttúrulega orðað því, sko, eftir að þú flytur hingað og Vopnafjörð, það hefði aldrei verið svona mikið að gera, sko, þó að mörgum finnst það kannski skrítið, sko. Það var einhvern meira og svona auðveldara að koma sér í hlutina heldur en bara eins og Akureyri. Mér fannst það alltaf mjög svona auðveldara að koma mér inn í hlæblakið og fara í svona marga hluti, sko. Til dæmis tengdamamma mín, hún var svona í þundur, ég færi með henni í Slysavarnafélagið og svo var mágkonu mín að gera þetta og það var alveg svona bara netið hér einhvern veginn. Það voru allir tilbúnir að bjóða manni með og einhvern veginn, já, ég veit það ekki, það bara gerðist einhvern veginn. En við vorum náttúrulega á mjög fínu staðina í Reykjavík þar sem bjuggum, það var mikið af krökkum á þeirra aldri þar sem við bjuggum, Bjuggum í Víkurhverfinu, Grái, og mjög notalegt hverfi. En þetta er margfalt betra upp á það og alveg börn að vera á svona svæði, sko. Myndu einhvern veginn að flytja til Reykjavíkur aftur? Ég veit það ekki. Það er náttúrulega þegar þeir fara í skóla þá náttúrulega þarf maður að senda þau í burtu og það getur vel verið að þeir tækja okkur með. Það veit ekki. Ég var náttúrulega búin að biðja oft að flytja. Mér langaði alltaf heim en það náttúrulega þarf að vera starf fyrir okkur bæði. Ég er ekkert vissum að mér myndi líða svona vel eins og ég geri núna ef ég hefði ekki fengið vinnu við það sem mér langar til þess að vinna við og það sem ég er að mennta mig við og svona. En við höfum líka alltaf bara verið mjög heppin með vinnu hérna. Við höfum alltaf fengið vinnu og maður hefur prófað margt líka. Nú er lítil skvísa að brasa hérna fyrir aftan okkur og það skiptir líka máli að maður sé hugsa út í leikskóla og skóla fyrir barnið sitt. Hvernig er þetta hér á Vopnafirði? Alveg til fyrirmyndar, sko, myndi ég að segja, sko. Mér er rosa ánægð. Já. Ég þekki náttúrulega bæði í gegnum leikskóla með henni og svo vinn ég sjálf í grunnskólanum. Þannig að, já, bara allt gengir rosa vel og hún er glöð. Þetta er ákveðin forréttindi, sko, að læra umferðarreglurnar það sem má gera smá mistök, skilurðu, það er ekki óvart gleymiðir og annað, sko, og maður sér fyrir sér, sko, þegar hún verður eldri það sé auðveldar að hún gerir fái að fara út og maður hefur ekki áhyggjur, sko. Ég held að það sé fyrir sem að það. En svo líka, sko, þegar við flytjum austur þá eru náttúrulega rosa fá börn. En hún náttúrulega fædd 2017 og þau eru alveg 13 í hennar árgangi. Þannig að ég finn mikið fyrir því að það svona rói kringum það að vita að hún hefur leikfélagi í leikskólanum en þau sé bara 3 árgangi eða eitthvað. Sem er alveg algengt á svona litlum stöðum, sko.
Þannig að, en við erum allavega mjög glöð með það hvað hún hefur marga í kringum sig og svona alltaf bara, svona hefur hún ömmu sín á leikskólanum og það hjálpaði líka alveg þegar hún var að byrja fyrstu deildinni, það var ammanar hana og já, þannig að, en við erum mjög ánægð með og það er einhvern veginn, það er svo auðvelt að tala við á svona litlum stað, þú veist, það getur einhvern veginn alltaf gefið tíma í að tala við ef það er eitthvað sem vantar að vita eða eitthvað sem þú vilt koma til leikskólakennarana, þá eru þeir alltaf tilbúin til að spjalla og já, ef það hefur eitthvað verið vesen með stelpuna þá hefur það bara verið leyst og ekkert vesen í kringum það. Þannig við erum bara mjög þakklátt fyrir það. Þannig að... Þetta er allt miklu nánara í rauninni, sko. Já. Hvað heitir hundurinn aftur? Þessi Konda. Já, hinn, hérna á milli. Fídel. Það er Fídel, já. En hvað finnst þið skemmtilegast að gera í leikskólanum? Leira. Leira? Ok. Ertu stundum að leira? En ertu stundum að dansa? Já. Eða syngja kannski? Hvað er uppáhaldslagið þitt? Jólasveinar ganga um golf. Jólasveinar ganga um golf? Ok. Það er frábært lag. Mamma minn gaf mér það á Akureyri. Ég kannast svona kissa. Hvað heitir þessi? Kondæ. Kondæ? Af hverju Kondæ? Ég veit ekki. Það er flott nafn. Það er Perla. Perla. Heitir hann kannski líka Kondæ? Hann heitir Fræða. Heitir hvað? Hvað sér þið fræ? Fræ. Æði. Það er rosa flott nafn. Þú veist það flott að setja ekki að velja bara venjuleg algjörlega. Nú bara byrtu þið neginn. Það er alveg út úr kassanum. Það er marga skemmtileg hugmynd fyrir næsta barn allavega. Kondæ með það. Ég stela það. Og hvað heitir þessi? Kondæ. Líka Kondæ. Aðalatvinnugreinar svæðisins eru fiskveiðar og fiskverkun, iðnaður, þjónusta og landbúnaður. Hér er í boði fjölbreytt afþreying og þá sérstaklega í formi útivistar. Margar merktar gönguleiðir sem leiða mann að vit ævintýranna. Sund í fallegu umhverfi á bökkum Selár og þá er svæðið þekkt sem ein besta stangveiðiparadís landsins og eitthvað sé nefnt. Þá er einnig óhægt að mæla með heimsókn á þau söfn og sýningar sem Vopnafjörður hefur upp á að bjóða. Eða ef þannig hittir á, skella sér á völlinn og horfa á leik með einherja. En það er mikil skemmtun hvort sem maður hefur áhuga á knattspyrnu eða ekki. Vopnfirðingar eru nefnilega þekktir fyrir mikla stemmingu og samstöðu. Mér hefur allavega alltaf langað heim aftur. Ég veit ekki með þau. Þetta er alltaf heim fyrir mér. Vopnafjörður. Sama hér. Já. Dásanlegt að ala upp börn í þessari náttúru og allt sem er í kring. Bara þetta frelsi. Vantar náttúrulega eina, hún býr á Akureyri. Þannig að Caritas. Já. Þannig að við erum 3 af 4 systkinum hér. En eru þá samningaviðræður eitthvað við fjórðu systurina í hópnum að koma líka? Er pressa frá ykkur? Já, maður stingur svona allavega reglulega upp á því, sko. Minnist á það hvenær hún fer að koma. Hvenær hún ætlar að koma. Hlýtur að koma að því. Já, allar hann ekki að klára skólan, svo kemur hún. Já. Við trúum því. Hingað til höfum við fengið að kynnast Hólmari Bjarka og Berglindi Ósk ásamt fjölskyldum þeirra, en fyrir þá sem eru ekki nú þegar búin að tengja saman, þá eru þau systkini. Á Vopnafirði býr þó einnig Freyja Sif, systir þeirra, sem flutti eins og systkini sín aftur heim. Líka því við flytjum nú nánast í sama mánuðinum, sko, ég og Freyja. Já. Þá er þetta náttúrulega svona bara ein talar og hann ætlar að fara að flytja og þá kemur hinn, já, ég ger það líka. Þetta er svolítið svoleiðis, sko. Látum bara vaða báðar. Ég held að maður hafi bara hent sér í þetta því að maður sá þetta var auðvelt. Hún var á undan að ákveða, sko, Berglind. Þannig að við komum bara, og líka maðurinn minn fekk vinnu hérna bara áður en við fluttum og ég var í fæðingarorlofi. Þannig að þetta svona auðveldaði manni líka
Við vorum í litlu húsnæði og var að tvíburarnir mínu fæddust þá 2016, þannig að þetta var eiginlega bara no-go sko. Já. Já, það er náttúrulega bara því þetta er svo lítið samfélag þá er það einhvern veginn svona auðveldara, þú veist, eins og ég segi, maður veit alltaf hvað börnum manns er að gera, nánast. Hann heldur náttúrulega að ég sé með augu allstaðar, sko, eldri sona minn, þannig að, en já, það er bara svona samheldnin einhvern veginn, allir að hjálpast að. Það hjálpar að þekkja alltaf, veist, maður þekkir allt fólk, maður þekkir, þannig að það er svo auðvelt að treysta fólki fyrir. Að fylgjast með og hjálpa okkur í uppeldinu náttúrulega samfélagslega sko. Svolítið skrítið að vera farin að vinna að því ég er að vinna í skólanum. Ég er að vinna með fyrirverandi kennurunum mínum sko, sem kenndi mér allt í orðni samstarfsfélagar. Það er svolítið skemmtilegt. Eiga þið sögur að þér? Varstu þæg þegar þú varst í skólanum? Já, alltaf þæg. En ykkar fjölskyldutengsl þegar þið eru að flytja aftur inn á svæði, það er þá það er faðir ykkar sem býr hérna? Já, býr hérna og sko, en hann er samt ekki hérna sko. Heldur mamma er hérna og svo móðuramma og móðurafi. Já. En hann hlýtur nú að vera hæstánægður með það að vera búin að endurheimta ykkur? Já, ég myndi nú halda það. Já. Svona yfirleitt. Já, yfirleitt. Kannski helst barnabörnin? Já, það eru barnabörnin sko. En Ingibjörg, þú hefur ekki tengingu hingað og þú hefur aldrei búið hér? Nei, enga tengingu hingað. Það har aldrei komið hingað, meira að segja, áður en ég kynnist honum. Kem hingað fyrst í mars 2011. Þannig að þetta var stórstökk að flytja hingað til land. Þurfti mikið að samfæra þig? Nei, ég held ekki. Eiginlega ekki, nei. Mér er alltaf líka bara rosa vel hérna og já, þannig ég bara held ég alveg bara verið til hérna leið, sko. Þannig að og þá þurfum margir að heyja meiri baráttu en ég að fá einhvern til að taka þetta skref sko, því þetta er náttúrulega ekkert sjálfsagt að fara í svona lítið samfélag sko. Ég er kannski bara svona frekur. Ég segi allan alltaf að hann vann, þannig að en mér líkaði bara ótrúlega vel henni strax sko. En ég fann ekkert fyrir því að svona eina sem bara fjölskyldan mín, þú veist, það var ég væri til að hafa hana nær, en okkur líka bara mjög vel hérna. Frelsið fyrir krakkana. Já, ég myndi að segja það, frelsið. Það geta farið út og aðtæmst miklu meira hérna heldur en í Reykjavík til dæmis. Það er einhvern veginn, það er allt, í kringum börnin er allt saman einhvern veginn á minni hraða. Það er ekki sama umferðin og trafikkin og lætin og hér bara eldri sonur okkar, hann fer út á morgnana og hjólar og leikur við vinni sína og kemur heim á kvöldin sko. Og þess vegna hafa neina stórar áhyggjur af því sko. Hvernig byggjum maður Titanic úr leigubílnum? Maður þarf nokkrar hæðir. Já. Maður þarf þyrlupall, svo sundlaug og svo farmrými fyrir skipstjóra. En þú Styrmir, ert þú að einhver íþrótt? Nei. Langar það einhver íþrótt? Já. Hvaða íþrótt? Bara einhvern bara sem finnst skemmtilegt íþrótt. Já, það er langt skemmtilegast eða skemmtilegar íþróttir. Mér finnst bara skemmtilegast að sundkemslu. Já, í Selálöf. Ekki ryksugal. Ryksugal. Getur þú syngt hratt? Þetta er ryksugal. Auðvitað. En Styrmir, hvað finnst þér skemmtilegast í leikskólanum? Ég veit þú ert að dansa og þú ert að lita og jóka og alls konar. Hvað er skemmtilegast? Það er skemmtilegast að syngja. Áttu eitthvað uppáhaldslag? Já. Hvað er það? Ég elska Fortnite. Búið. Já, ertu með að semja lög? Já. Þú ert líka að semja að dansa, eða ekki? Já. Eins og Ronaldos. Já. Floss. Búið. Ég alltaf ekki einhvern lag.
Þú ert nú líka, þú ert að spila svolítið, eða ekki? Þú segir mér frá því. Ég er að æfa píanó, ég er mjög mikið að semja og ég er líka að semja lög og bara fullt meira. Já. Hvar er þetta að æfa píanóið? Í Vopnafjarðar eða bara í herberginu. Í herberginu þínu? Ertu með píanó í herberginu þínu? Já. Ef kannski kíkja á það? Já. Já, gera það. Er eitthvað svona sem að þið saknið? Fjölskylda mín. Já, Já, og svo náttúrulega líka, þú veist, fara í bíó eða svona, þetta er aðeins öðruvísi. Þú þarf svolítið að hafa kannski aðeins meira fyrir því að hafa svona deitkvöld eða gera eitthvað saman bara þeir tvö heldur en maður kannski gerði það okkur þá kannski bara pössun og fór út að borða eða í bíó eða bara rúndinn eða þetta er svona aðeins öðruvísi. já. En, Það koma svona stundir sem að væri til í að geta skroppið í bíó eða keilu eða hvernig sem það er, sko. En öllu jafna er þétt dagskrá, sko. já, Af það er nóg að gera. áhugamálum og annað, sko. Já, ég held líka bara að maður bæti upp fyrir það þegar maður fer eitthvað. Þú veist, þá erum við að leiða okkur að fara í bíó eða fara út að borða eða eitthvað svo leiðist. Þannig maður finnir kannski minna fyrir því. Þetta er náttúrulega rosalega langt í burt. Hann sagði það daginn meira að þetta væri svo langt í burtu að meira að veiran myndi ekki einu sinni nenn að heimsækja okkur. Þannig að ég held að segja allt sem segja þarf. Fjarlægðin er talsverð, sko. IKEA er mjög langt í burtu og alls konar svona, við erum í framkvæmdu núna og það er sumt þarf maður bara að fara til Reykjavíkur til þess að skoða. Það er mjög langt að fara til þess að skoða einhverja borðplötu eða, þú veist, parkett eða eitthvað og það krefst þolinmæður að bíða eftir að fá hlutina senda, bíða eftir að parkettpröfan skila sér og svo er það ekki rétta parkettið og þá þarf maður að bíða og þú veist, það er alls konar svona luxusvandamál, sko. En við sem er bara heppin með þessu náttúruna, þú veist, bara alltaf gönguferð eða bara rúndinn eða eitthvað, þú veist, það er líka alveg frábært, sko. Svona erum við duglega að ferðast á sumrin og bætum það bara kannski svolítið upp með því. Já, algjörlega. Þannig að já, Allavega við höfum byrjað á kringum hana, leikskóla sko. bara rétt fyrir 1 árs og það var engin biðlisti og við þurftum ekki að skrá hana bara við getnað nánast. Þannig það er svona, eins og maður heyrir bara, það er vandamál með að fá leikskólapláss og svoleiðis, þannig við höfum allan ekkert haft neina áhyggjur af því og maður er mjög glaður með það. Annars er svona alveg kostir og gallar. Kostirnir er til dæmis að leikskólinn tekur við börnum 1 árs. Þannig að það þarf ekki dagmömmu og svona. Skólastarfið er mjög gott hérna og leikskólastarfið er mjög flott. Það er náttúrulega svolítið bundið í fjöldanum náttúrulega, það er náttúrulega ekki hægt, þegar það eru færri íbúar og þá er kannski ekki hægt að halda úti öllum þeim störfum með krökkunum sem að menn kannski vildu, en þess vegna er það kannski svona frekar einhæft. En samt mjög gott starf. En mjög gott starf, mjög gott starf. Viltu kleinu? Náttúrulega kleinu, gjör svo vel. Þetta er góð kleina. Það er góð. Þannig finnst eins og maður hafi talsvert meiri tíma, sko. Já, ég meina geta lagt á stað bara 4 mínútum áður og mæti vinnu og samt að ná því bara ekkert mál og þú veist ekki að berjast bílastæði eða neitt. Þannig að já, ég myndi klárlega að segja það, að maður hefur einhvern meiri svigrúm til að gera eitthvað. Þú veist, þú getur farið í heimsókn eftir vinnu, þú veist, án þess að vera drífa þig heim til að elda matinn eða þú veist, þú getur gert það sem þú getur kannski ekki leyft þér einhvers annars staðar, eða ég get ímyndað með það allavega. Og talsvert mikið í boði bara fyrir stálpaða einstaklingar, sko. Já, klárlega. Við erum ég sjálfur er í badminton hóp og þú ert í Blakinu og saumaklúbar og slísarvörnafélagið og það er svo mikið í boði og alls konar svona hópar sem að hittast, sko.
En jú, það tekur ekkert langan tíma að fara á Egilsstaði eða þannig á Akureyri sko. Og flest allt getur maður fengið það sem maður fæst ekki hérna. En þetta er náttúrulega bara lítið bæjarfélag og það er mjög gott fólk sem býr hérna og það eru allir að passa upp á alla sem er börnin að maður hefur engar áhyggjur af þeim þó þeir séu að þælast allan daginn úti að þeir sjást alls staðar, það er eitthvað að fylgjast með þeim. Fyrsta skrefið er oft það erfiðasta, en maður kemst víst ekkert með því að standa í stað. Á ég að hrökkva eða stökkva? Ég var til dæmis einhvern veginn bara föst í Reykjavík eiginlega. Ég var með góða vinnu og allt það, en ég var einhvern veginn svona, ég miklaði þetta alltaf svo fyrir mér. Að fara, maður heldur alltaf að grassi sig græna hinum megin sko, en svo einhvern veginn langaði maður alltaf að fara heim. En mér fannst bara rosalega erfitt að ímynda mér að fara að setja allt í gám og koma mér á staðinn minn sko. En svo var þetta bara ótrúlega lítið mál þegar að við kom sko. Þannig að þið mynduð alveg hygglega geta mælt með því fyrir aðra sem eru að horfa og velta þessu fyrir sér. Á ég að taka skrefið, sé fullt af möguleikum en að taka skrefið finnst manni svolítið kannski ókvægjandi. Mælið með þessu? Já, ég geri það. Já, algjörlega. klárlega.